Það er gert 4-2 sigur á móti Kristiansund í dag, hvernig er tilfinningin eftir leik? Bara mjög góð, gott að klára þetta með 3 stigum áður fyrir frí og þetta var bara svona, þetta var skrítið fyrir áleika en fínt að klára þetta, seinni áleika var ekkert spes en við allavega sigldum við sig. Mikilvægt að mynda að klára með sigri áður en fríið kemur. 100%, það væri svolítið erfitt að elta en að liði frá en við hefum kannski ekki unnið, þannig að bara frábært að klára þetta og já, gott að fara í fríið með sigur á hólmi. Hvernig myndir þú lýsa þessum fyrri hálfleik fyrir fólk sem sá hann ekki? Bara ping-pong, þú veist, við einhvern veginn skorum 3-0 og síðan einhvern veginn bara gerir þetta svona 3-2, þannig að nei, veist, varnarlega var þetta ekki alveg nógu gott en við vorum mjög klíniskir sem að við höfum vantað aðeins, þannig að bara margt mjög gott og sumt svona sem við vorum að laga. Rosalega mikil orka í ykkur í fyrri hálfleik. Sval orka og já, en svona er þetta bara hjá Brann. Við erum eitt mest intensity lið bara örugglega í Evrópu og þetta er svolítið svona bara, ef við mætum leiki þá viljum við skemmta og þetta er bara aggressiveness á hæsta leveli sko. Þetta er stuð hérna þegar maður mætir á leiki. Já, heldur betur, það er alveg stuðina. Þetta er að mínum mati allavega langmesta stemmingin í Noregi. Þannig já, heiltið er bara mjög gott sko. Hvernig bara meturðu þína frammistöðu í leiknum í dag? Í dag bara, þú veist, fín, þú veist. Mér varst ég alveg sprækur í fyrri hálfleik og síðan seinni hálfleik fannst mér bara að við sem liði droppa bara. Já, og þú veist, ég er búinn að vera smá vesen núna undanfarnar vikur, þannig að fínt að koma smá frí núna. Nú er að spila með meiðsli eða ekki? Jú, það er núna komin 5 vikur síðan þetta gerðist og þetta er svolítið leiðileg meiðsli en þannig að núna fyrir við landslið og við sjáum til hvað ég spilaði mikið þar en vonandi fyrir þetta lagast. Svona bara þessi tími í Brann hingað til, hvernig bara hefur þetta verið? Bara frábært og þannig að eftir kannski smá svona erfiðan en læðarsvíkan tíma í Svíþjóð þá hefur samfélagið Bergen tekið mjög vel á móti mér og þannig að ég kann virkilega meta að spila hérna og stuðningi sem ég fæ frá fólkinu sko. Þegar þú var sænaður fyrir félagið, vissirðu hvað varst að fara út í? Nei, ekki beint sko, en þú veist, að einhverju leyti er þetta bara betra lið en Elfsborg, þannig að og líka bara svo umgjörning kringum liðið, bæinn, þetta er svolítið stærra en maður kannski býstu og ég held að fólk á Íslandi átt sig ekki alveg á þessu, en þetta er svolítið crazy sko. Tíminu í Elfsborg, sérðu þau eitthvað eftir í hvað gerist þar eða svona hvernig horfir á þann tíma? Ég sé ekki eftir neinu sko. Þetta gerum við bara betri leikmann á einhverjum öðrum hátt og ég spila kannski ekki mikið þannig að lærði ég hvernig var fyrir liðs að spila öðru fótbolta en hérna hendar þetta mig betur og ég er að standa mjög vel eftir sko. Heldur betur búin að fá trausti hérna hvernig er að spila fyrir Freysa? Það er bara geggjað sko. Freysi hefur bara hjálpað mér mjög mikið að koma mér aftur á þann stað sem að ég var áður en ég fór út og sjálfstöðsi hefur bara verið að koma og hann að mér líði mjög vel innan í Bergen sko. Ertu alveg búin að koma þér fyrir í borginu og svona búin að finna íbúð og allt svoleiðis? Já, það var alveg frekar fljótt að koma sko. Þetta var svolítið, ég held ég að vera í 6 vikur svolítið á hótelum sko. Þannig að ég er búin að koma vel fyrir og fekk bara mjög flott íbúð og er bara býð út öllinum þannig að lífið er bara drullu gott sko. Hvernig bara, já, einmitt bara búa hérna og bara lífið í þessari borg, þetta er svona eins og segir, þetta er svona stærra allt saman en kannski fólk gerir sér grein fyrir. Já, þú veist, þetta er einhvern veginn svona, þú veist, þetta er svona einhverju lítið smá líkt Íslandi en bara miklu stærra og hann að miklu fleira fólki og svona kannski, og Bergen er bara mjög falleg sko, þú veist, þetta er svona náttúru eins og Íslandi en þannig að já, þetta er bara geggjað sko. Er ekkert of mikil rigning hérna? Nei, maður er vanur svo ýmsu á Íslandi, þannig að þú veist, þetta er bara mjög fínt sko. Þannig að það er að koma annar Íslendingur eitthvað, Sævar Atli, hvernig leggst það í að fá hann yfir? Mjög vel og hann að ég sagði þér þekkist eitthvað aðeins og það sem ég náðu að kynnast hann og það er þetta bara frábær gæi og góð leikmaður, hann þetta verður bara mjög gaman held ég. Bara svona í blálokin, svona tengingin við stuðningsmenn, það er strax komin hann mikil tenging á milli? Já, heldur betur, hann að ég fikk eins og ég segi mjög mikil ástráðum og hann að þegar maður spila við þá kannski þá kemur allt á endanum og ég er líka bara hann típa hann að, ég veit það ekki, ég reynir að vera jákvæður og hann að skemmta fólki og hann að, já, þú veist, ég nýtast líka að vera einhvern veginn með þeim í þessu. Það er skemmtilega að spila þegar það eru svona mikið læti? 100%, það er bara þannig og, þú veist, pressa, ég veit það ekki, en þetta er bara húslega gaman. Ætlarðu að rífa eitthvað tímann í Gjallarótni á næstunni? Já,
ég gerði það áðan og ég gerði leiknum þar á undan, þannig að þetta eitthvað svona nýtt tradition hérna sem ég að taka eitthvað lag sem að kveikir í fólkinu. Þetta alveg komið með öll lögin og svona? Já, nei, ég kann eiginlega ekki text, það eitt lag sem ég kann mjög vel og síðan við að byrja eitthvað nýtt lag hérna, þannig að sem ég kann betur. Takk fyrir að dekka það vel.